Sigríður, Brandur Kolbeinsson fallinn og faðir hans deyr skömmu síðar, Kolbeinn Kaldaljós, Úr harmi. og þar með eiginlega sólhnýin í ríki Ásbirninga. Já, þetta erfitt. Páll, bróðir Brands, tekur við af Brandi, Páll Kolbeinsson, Kaldaljós. Hann friðsemdarmaður og ekki mikill átakamaður að því virðist í sögunni. Hann fer þó, fylgir Gissuri, en hefur sig ekki mikið í frammi eftir þetta. Segðu mér aðeins bara svona, af því að við erum nú eiginlega að halda einhverja svona líkræðu yfir þessari ætt. Hvað þarna verða þessi umskipti að áhrifum þeirra líkur hér í Skagafirði? Hvaða tilfinning fylgdi því og hvaða tilfinning fylgir því hjá Skagfirðingum í dag að Ásbirningar skyldu missa hér öll tök á þessu ári? Já, þetta raunverulega svolítið sorglegt. Já. Enn þann dag í dag. Já. En þessi ætt hafði staðið vörð, eiginlega getur við sagt, Skagafjörð og fylgt sér á bak við biskupssetrið sem hefur örugglega skipt verulegu máli alla tíð. Þeir náttúrulega bæði völduðu sig í gegnum það og völduðu það í héraði, stóðu vörðum það beinlínis, þar til að árekstrar urðu á milli biskupsvaldsins þegar að erkibiskup fór að hafa sig frammi og var raunverulega þá að gæta hagsmuna kaþólsku kirkjunnar og ekkert annað að gerast. En Ásbirningarnir áttu mjög erfitt með að kyngja því, auðvitað, að biskupssetrið og biskupinn þar með væri þeim orðin óhagstæður, biskupinn sjálfur. Guðmundur Arason þá ég að tala um. Hann raunverulega veikir mjög stöðu Ásbirninganna á þessum tíma, á 13. öldinni. Og þeir hafa ekkert það að segja hvernig biskupsstóllinn eða biskupssetrið rekið nema bara að reyna að koma honum stöðu til burtu. Og þegar að erkibiskup gefst upp, þegar Guðmundur fallinn frá, þá fer hann að senda hingað norska biskupa, greinilega algjörlega orðin úrræðalaus með að reyna að finna einhvern sem ekki þá að Ásbirninga ætti eða Sturlunga eða Oddaverja til þess að fara í biskupinn á Hólum. En ríki Ásbirninga veikist eftir því sem líður á öldina og þetta raunverulega bara endapunkturinn, finnst manni, þegar Brandur fellur. En ættin nær náttúrulega miklum hápunkti undir forystu Kolbeins unga Arnórssonar. Hvað finnst þér hann? Já, mér hefur alltaf fundist Kolbeinn ungi mjög merkilegur maður og það sem mér finnst eiginlega merkilegast við hann, það þegar hann gefur stóran hlut af því ríki sem hann hafði þá náði yfirráðum yfir, þar sé að Sturlunga veldinu öllu, þegar hann gefur það í hendur Þórðar kakala. Það bara mjög merkileg ákvörðun. Þá hann náttúrulega orðinn helsjúkur og já, en sjáðu, hann hafði aðra ættingja til að setja, hann þurfti ekki að gera þetta, alls ekki. Og mér finnst þetta klókt af honum, hann raunverulega að lægja öldurnar eða að reyna það í landinu. Hann sér alveg í hvað það stefnir í með þennan ófrið. Hann valdur að hann sjálfur að hluta til. Þannig að ég verð að viðurkenna það að þessi ákvörðun Kolbeins unga eiginlega svo stórmannlegasta sem gerðir á þessum tímabili. En nú finnst okkur í fjölskylduminni Sturlunganum, okkur finnst hann vera eiginlega bara siðblindur glæpamaður. Hvað finnst þér það? Já, ykkur finnst það, ykkur Sturlungunum. Nei, ég bara alls ekki sammála því. Mér finnst hann bara stórbrotin persónuleiki, hann var grimmur. Hann var klókur og hann til dæmis gerðist aldrei kongsmaður, né nokkurs jarls í Noregi, þó fór hann nokkrar ferðir til útlanda. Já.
Hann gekk suður, ég meina hann hafði öll tök á því að tengjast eins og aðrir höfðingjar landsins. Hann hafði bara greinilega engan áhuga á því. Hann hafði ekki áhuga á yfirráðum yfir landinu. Hann afhenti stóran hluta á landinu til Þórðar. Já. Hann bara að hugsa sitt veldi. Þannig að já, nei, hann bara miklu merkilegri persóna heldur en því Sturlungarnir haldið hann. Já, þið náttúrulega sko, það alltaf, þið hafið það honum til framdráttar að hann gerðist aldrei konungsmaður. Það rétt, eins og okkar menn. Ég vil bara segja það að og endurtaka orð afa míns, sem sagði það að þetta væri stórmerkilegu maður og einn besti maður fortíðarinnar, þar sem hann gerðist aldrei handgenginn konungi og hafði engan áhuga á að stuðla að ósjálfstæði landsins. Já, þetta voru falleg orðum frændaðinn, Kolbeinn unga, sem mér nú ekki vel við, en það önnur saga. En Brandur Kolbeinsson, hvað segir hann? Já, Brandur naut þess að vera velgiftur maður. Já. Konan hans hét Jórunn, var Kálfsdóttir, og Kálfur þessi, hann var bóndi á Miklabæ og varð fyrir því óláni að Kolbeinn ungi hætta treystunum, taldi að Kálfur á Miklabæ, Guttormsson, hafi tekið afstöðu með Sighvati, sem þá var, þetta árið 1234 sem það gerðist, sem að þá var orðin mjög andsnúinn Sighvati og hann lét taka Kálfa lífi og jafnframt Guttormsson hans, bróður Jórunnar. En Jórunn þá vafalaust orðin frú á Reynistað, kona Brands, og móðir Jórunnar Ósk Þorvarðardóttir og hún stórmerkileg kona líka. Hún mikill friðarsinni greinilega. Það er hvorug þessara kvenna gera uppsteyt gagnvart því að því virðist að eiginmaður og sonur Óskar drepinn og Brandur bregst ekki neitt tiltakalega illa við drápi Kálfs sem svolítið merkilegt, miðað við svona þær brýningar sem að aðrar konur höfðu frammi við bændur sína eða eiginmenn gagnvart föðurdrápi. Þannig að mér finnst þetta merkja það að Jórunn hafi verið jafnmikill friðarsinni og Ósk og viljað stilla til friðar í allar áttir, frekar heldur en að espa menn til ófriðar. En Jórunn sem sagt þarna á Reynistað, býr stórbúi þar, Kálfur, sem talin var einn mesti bóndi Norðalands. Hún alin upp í allsnægtum þessi stúlka. Þau eignast allavega 2 syni sem skipta máli, þeir hétu Álfur og Þorgeir, Brandsynir. Og þegar að Páll Kolbeinsson, bróðir Brands, tekur við búin á Reynistað, þá flytur hún í Hafsteinsstaði og hennar búalið og hún greinilega hvetur drengina sína til að standa með Gissuri vegna þess að það sést vel þegar að Þórður Andrésson frændi þeirra sendir krák með bréf sem hann hafði á milli Söðuls og Þófa, þar sé að það sást ekki, og bréfið hljóðaði upp og þetta svolítið merkileg heimild af því að í Sturlungu læðast alltaf fram svona ákveðnar heimildir búnað og aðstæður og þarna krákur komin í stand Söðli greinilega, það reiðver höfðingjana á þessum tíma og þessi standsöðli voru girtur ofan á lausan Þófa. Þannig að bréfið var lagt ofan á Þófan undir Söðli. Þannig að það sást ekki að hann var með neitt farteski með sér, en þegar að Söðlinu var spretta af Þófanum, þá kemur bréfið í ljós og í því stendur bónum það raunverulega frá Þórði að þeir taki þátt í að drepa Gissur. En Jórunn stendur algjörlega á móti því og það svona í að því söguna þeir hafa verið minna hrifnir af Gissuri heldur en hún. En þeir létu til þess og raunverulega fóru bara í Reynistað og
og gerði viðvart og Krákur var gómaður og uppkomst svikin. Einmitt. Þannig ef hún hefði sagt já við drengina sína, Já. þá hefði kannski verið stutt í sögunni í það að Gissur væri tekinn af lífi. En það var ekki gert. Það eru svo skrýttum tilvíðanir. Þakka fyrir þetta.